Góða kvöldið, mér langar að bara bjóða ykkur velkomin hérna í kvöld fyrir hönd Geðhjálpar á þetta fræðsluerindi og hún Elísabet Ýr Steinarsdóttir, fjölskyldufræðingur, hérna mætt og hún ætlar að fjalla samskipti foreldra og barna, hvernig hægt sé að stuðla að góðri tengslamyndun, minnistreitu og meiri hamingju í foreldrahlutverkinu. Gjör svo vel. Takk fyrir. Já, þið eru velkomin, bæði í sal og streymi. Það er búið að kynna mig. Markmiðið með þessu erindi eins og maður að segja, að fjalla samskipti foreldra og barna og ég að fókusa á þennan cirka 0 til 3 ára. Þá ég að hugsa meðgönguna aðeins með inn í tengslamyndunum, ég ætla að fara mjög svona hratt yfir tengslamyndunina og mun þá frekar vera fókus á samskipta tengd streitunni og í kringum þennan 2-3 ára aldur þegar börnin eru farin að vera svolítið krefjandi við okkur. Heilbrigð mörk og svo þessa sjálfskoðun og í lokin verða umræður ef það er einhverjar umræður og það er hægt að senda þá bara inn á streyminu og þá koma spurningarna til mín. Þannig aðeins mig, hver er ég sem að tala hérna við ykkur? Ég sem persóna eiginkona á 2 barna móðir. Börnin mín eru 10 mánaða og 3 ára og ég menntaður fjölskyldufræðingur. Með þennan grunn í sálfræði tók BA, bætti svo við mig viðbótar diplómu þar sem ég lagði áherslu á geðheilbrigðisfræði og fór svo að læra fjölskyldumeðferð. Og ég brann fyrir málefnum barna og sérstaklega þessum yngsta hóp, 0 til 3 ára og 3, 4, 5 ára. Tengslamyndun og samskipti, þetta er mitt fag. Þetta það sem ég hef áhuga á, það sem ég hef búin að vera að lesa mig til mikið og meðvitað uppeldi. Ég hef alveg áhuga á alls konar uppeldistefnum en ég tek út úr hverri það sem mér finnst virka fyrir mig og það sem mér finnst bara vera jákvætt. Og mér finnst rosalega mikilvægt sem fagmaður að normalisera alla tilfinningar. Alla tilfinningar eiga rétt á sér og vera svolítið talsmaður þess að tala opinskátt það að við erum alls konar. Ég alls konar, ég með alls konar tilfinningar og börn eru það líka. Og já, í stuttum máli þetta var ég. Tengslamyndun var hluti af lokaverkefninu mínu. Ég mun kynna á eftir Instagram síðunar sem ég með og ég og 5 aðrir fagaðilar gerðum þessa tengslamyndun síðu á Instagram sem var hluti af lokaverkefninu okkar. Og hún fékk rosalega góð viðbragð, miklu betri viðbragð heldur en við hefðum getað ímyndað okkur fullt af ótrúlega fallegum skilaboðum og kommentum og í náminu þá kviknaði svolítið áhugi minn á þessu tengslamyndun og sérstaklega það sem var svo skemmtilegt í þessu þegar við vorum að vinna að þessu verkefni var að ég var ólétt og fékk þannig að upplifa þetta allt á sama tíma og ég var að kafa í þetta. Það var svo ótrúlega skemmtilegt. Og svo þegar við kynntum lokaverkefni okkar þá var ég dóttir mín 6 vikna og bara pínu lítil. Það var þarna með mér í salnum og við vorum ótrúlega flotti hópurinn minn sem kynntum þetta. En tengslamyndun, þetta hugtak, þetta undirstaðan í tengslamyndun þessi færni í að lesa í tjáningu barns og svara henni á viðeigandi hátt. Þetta ótrúlega einfaldað hvað tengslamyndun Það sem skiptir svo miklu máli fyrir börn að þegar að þau eru að mótast í móðurkviði og svo þegar þau koma út þá eru þau ekki endilega tilbúin til þess að takast á við heiminn. Þau eru algjörlega ósjálfbjarga, við vitum það öll. En þá þurfa þau þessa öruggu höfn,
einhvern sem til staðar fyrir þau, sem svarar þörfum þess þegar þau kalla, þegar þau þurfa hjálp. Og það nú sem betur fer þannig að eins og stendur 60-70% barna mynda örugg tengsl. Þetta stór prósenta, en þetta þýðir samt líka það að 30-40% mynda ekki örugg tengsl. Og það að mynda óörugg tengsl, að mynda ekki, hafi ekki þetta öryggi, það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. Ég mun kannski ekkert endilega fara mikið í það, en ég fer aðeins í einkennin. Það sem að einkenni líka góða tengslamyndun að foreldrar hafa ánægju af barninu, þau vilja vera í samskiptum við það, þau hafa ánægju af því að vera að sinna því þótt það sé erfitt, að þá ráða þau samt við að lítið barn þetta ekki auðvelt verkefni sem sett í hendurnar á manni, en jafnframt að þá tengist maður því að maður hefur ánægju af því og líka ræður við þegar það á erfitt, og þegar það verður eldra að þá ræður maður við óánægju þess og óhlýðni sem ég mun aðeins fara í eftir. Þetta tengslamyndin í svona mjög einföldu máli. Þannig efst barn þarfnast hjálpar. Barn þarf eitthvað og við erum að hugsa kannski bara pínulítið barn. Eina merkjamáli sem það hefur að gráta og börn tjá sig með merkjamáli, hvort sem þau eru 1 mánaða eða 2 ára. Þau geta alveg tjá sig með orðum þegar þau eru 2 ára, en merkjamáli samt alltaf svona, það stendur alveg upp úr með því að gráta, með því að öskra, með því að rífa í mömmu. Þetta alltaf þetta merkjamál. Þannig það sem skiptir máli þegar barn þarf hjálp, það það með merkjamál, til dæmis að það grætur, og sem leiðir til þess að foreldri sinnir barni á viðeigandi hátt. Ef það þannig, ef foreldri sinnir barni á viðeigandi hátt og myndast traust. Barni getur trausti ef mamma eða pabbi muni hjálpa mér þegar mér líður illa. Og þá heldur áfram þegar barni þarf svo aftur hjálp. Þetta svona hringrás, og þetta hringrás þess að barni mynda traust. Og þetta ekki svona einfalt í alvörunni. Við munum mistiga okkur og við munum leiðrétta okkur og við erum alls konar. En þetta ef við ætlum að mynda góð tengsl í barnið okkar, þá þarf að vera allavega einhver svona hringrás þar sem við erum oft að gera eitthvað sem veldur því að barnið treystir okkur. Börn með óörugg tengslamynstur, þau upplifa sig áhrifalítil. Eins og þau hafa ekki mikil áhrif og þau geta ekki treyst öðrum af því að það ekki þessi örugga höfn fyrir þau til þess að mynda traust. Þau eru algjörlega háð okkur. Þau þurfa að reiða sig á heila annarra fyrstu árin sín, og ef þau fá ekki gott viðmót, þau fá ekki þetta traust, að þá geta þau ekki treyst öðrum og þar af leiðandi mynda þau ekki gott sjálfstraust. Og þau eru það með þess að lélegu tilfinningastjórnun. Þetta bara 4 línur, það miklu meira en þetta. En þetta svona í heildina litið að þið sjáu hvað til mikils að vinna. Af því að börn með örugg tengslamynstur, að þau upplifa að þau skipta máli. Þau hafa góða sjálfsmynd. Þau eru með góða tilfinningastjórnun, þannig erum við að tala bara heilt yfir. Þau mynda frekar seglu og þau sýna frekar frumkvæði. Og þetta eru rannsóknir sem að sýna, þar sem verið að skoða þetta, að börn með örugg tengsl, að þau eru með góða félagslega hæfni. Þau geta mynda samhygð. Þau eru með áreitistól vegna þess að þau getur sett í spor annarra, að því það einhver sem að getur spegla þetta til þeirra. Það foreldri, einhver umönnunaraðili. Ég mun tala svolítið mikið foreldra, ég alltaf sér foreldrar, en þetta líka bara, þetta bara umönnunaraðili, sá sem að hugsa mest barnið. Það getur verið, fjölskyldur eru alls konar. Þetta getur verið amma eða afi eða fósturforeldri eða stjúpforeldri, þetta bara alls konar. En ég allavega svona, þið vitið það bara, þegar ég tala foreldri, þá ég tala umönnunaraðila.
Þegar þið sjáu hvað er til mikils að vinna að hjálpa barni að mynda örugg tengsl. Og þá eru þessi fyrstu mánuðir, sem fyrstu 1000 dagar sem mikið talað þeir skipta svo miklu máli að því að þarna, á þessu tímabili, er heilinn í rosalega mikilli mótun. Þarna er hann auðmótanlegastur og þegar barn fæðist, þá er heilinn bara í 50% á fullorðinsstærð. Og þegar barn er 3 ára, þá er hann kominn í 75%. Ég þarf að skoða hvort ég sé ekki með rétt mál. Jú. Og svo 5 ára, að þá er hann kominn í 90% af fullorðinsstærð. Á þess vegna sjáum við hvað hann er í rosalega mikilli mótun þessi fyrstu 5 ár. Og þegar í gegnum samskipti, þegar barnið á í samskiptum við aðra einstaklinga, þá lærir það heiminn. Og þá lærir það við hverju það má búast af öðrum, hvort sem það er gott eða slæmt. Og í gegnum tengsl, þá lærir barn á tilfinningar. Það lærir að tempra tilfinningarna sínar, það lærir orð yfir þær og þetta gerist þegar það er góð tengslamyndun. Aðeins að fara í uppröðuntengsl, að því að við erum öll manneskjur, við erum öll með okkar tengsl og þroskasögu, við erum öll með okkar ættir og uppeldi og hvað sem við komum frá. Og ef að æskan var erfið, ef það var erfitt hjá okkur þegar við vorum börn, að það var meiri líkur á við afneitum, við fegrum minningarnar, að við lítum framhjá eða gerum lítið úr erfiðleikunum. Þetta var nú bara svona í þessa dagana. Að það má alveg líka, að því það rannsóknir að sýna það, að uppröðuntengsl að skipta miklu máli þegar kemur tengslamyndun foreldris og barns. Hvaðan við komum, hvernig við grunnurinn okkar, hvernig að það hefur áhrif á getuna okkar til þess að tengjast barninu okkar. Þannig að við sem foreldrar erum líklega til þess að endurtaka tengslamynstur rösk, bæði skaðleg og góð. Hvernig við lærðum að tempra tilfinningarnar eða ekki, að hefur svo mikil áhrif á því hvernig við getum tekist á við stóru tilfinningar hjá börnunum okkar. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að skoða, ég fer aðeins betur í þetta eftir, en að skoða hvernig var mitt eða ykkar sem foreldri uppeldið. Hvernig lærðum við á tilfinningar? Kunnum við almennt öll orðið við tilfinningar og vitum við hvað það er annað en að vera leiður og glaður. Við kunnum við þetta alls konar en þetta er allavega að minni svona að í mínum fagvettvangi þá finnst mér fólk ekki vera í mjög mikil tengingu við tilfinningarna sínar. Og það er að koma þá á börn og það skilur ekki alveg hvað er að gerast og þá fer maður að skoða og já. Og það er svo mikið sem getur komið upp á yfirborðið þegar fólk eignast börn. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að geta hugsað reynsluna sína og fundið til og sett hlutina í samhengi. Við erum ekki það þýðir ekki við sem að reyna að leita sökudólg eða kenna einhverjum heldur er þetta það að við erum að skoða af hverju bregðumst við í ákveðnum aðstæðum eins og við gerum. Vegna þess, mér finnst þetta svo góð mynd, það er örugglega flestir sé þessa mynd, hún er búin að vera á netinu, að áföll í fjölskyldum, að það verða alltaf áföll, þannig er bara lífið, en í fjölskyldum þar sem áföll er ekki tekin alvarlega, það er ekki unnið úr þeim, þau eru bara svona, þið skiljið hvað ég meina, það er ekki unnið úr þeim, að þá getur myndast óheilbrigð samskipti. Það geta þau viðhaldast, en þau sem sjá á myndinni, þau viðhaldast þangað til einhver brýtur þessu keðju. Og þetta er ekki endilega alltaf meðvitað. Fólk er ekki að reyna að vera vont. Flestir eru að reyna að gera sitt besta með þau þekkingu og þau verkfæri sem þau hafa hverju sinni. En þetta er líka, þetta getur komið svo ofarlega úr ættinni. Við vitum ekki einu sinni hvar við erum að setja punktinn.
En eina sem hægt að gera ok, ég ætla ekki að láta þetta ganga lengra. Það getur verið ótrúlega alls konar. Þannig að þetta stoppar hér. Þið sjáu það sem þetta stoppar og hann breytir úr, þú ert ekki nógu góð í ég elska þig. Þú ert að gera nákvæmlega nógu vel. Þú ert að gera ótrúlega vel. Þetta svolítið það sem ég að tala þegar ég að tala samskipti. Það að við brjótum eitthvað samskiptamyndir sem ekki hjálplegt. Þetta fannst mér svo góð mynd, ég ætla ekki einu svona að reyna íslenskana, en það ekki börnin okkar sem að valda kveikjunum okkar, ekki börnin okkar sem að valda triggerunum okkar, heldur það þau sem að opna á þá. Þannig við getum lagað þá, þannig við getum skoðað, ok, þetta einhver trigger. Ég ætla að tala trigger, við finnst alltaf pínu skrifið að tala kveikju, en það íslensk orðið. Ég muni örugglega óvart tala alltaf trigger. En það að við þurfum að skoða hvað, og ég muni að svara eftir, af hverju það einhver ákveðin hegðun sem að kveikir eitthvað viðbragð hjá mér. Já, þetta sem ég á að segja. Þetta svolítið það sem ég ofta að reyna að miðla. Að þegar það einhver krefjandi hegðun, þegar barnið okkar að sýna hegðun sem algjörlega eðlileg með aldur, en hún fer rosalega í taugarnar á okkur, þá þurfum að skoða, getur verið eitthvað í æskunni sem að valda því að mér líður eins og mér líður akkurat í þessum augnabliki. Að hvernig maður brugðist við, kannski segjum sem svo að barnið að gráta. Og barnið að gráta og mamman svo viðkomin eða pappinn svo viðkomin að hætta að gráta. Þetta ekki svona slæmt, hætta að gráta. Vertu glöð, þú ert að gera þetta. Og þetta gerir það verkum að barnið fær ekki að upplifa sorg. Barnið fær ekki að gráta. Ég má ekki gráta. Ok, það slæm tilfinning. Ég á ekki að finna hana. Og svo gengur í gegnum lífið og tilfinningar eru ótrúlega stór partur af tilverun okkar. Við munum finna þær allar og ég alltaf að reyna að segja við mína skjólstæðinga, við svona minn hóp, að allar tilfinningar eiga sinn tilverurétt. Líka afbrýðisemi, líka reiði. Ef við ætlum að loka á erfiðu tilfinningarnar, þá munum við bara koma upp einhvern veginn öðruvísi, með einhvern veginn öðruvísi andliti eða sem trigger. Af því að þegar við erum undir álagi, foreldrahlutverkið eitt stórt álag. Það endalaust verið að pota í okkur, endalaust verið að álag á okkur. Bara álag að vera foreldri. Eins og það dásamlegt og yndislegt að þá það samt álag. Og þegar við erum undir álagi, þegar við erum búin að sofa kannski lítið, kannski eitthvað að gerast í kringum okkur, þá erum við viðkvæmari. Og ég að tala streituvald, þetta ekki tæmandi. Heldur þetta streituvaldar sem ég að hugsa í samhengi við það sem ég að tala Að streituvaldandi geta verið, barnið að gráta, barnið að öskra, krefjandi hegðun, hávaði, allt sem fylgir börnum. Þetta eðlilegt, en þetta getur samt triggerað okkur. Þetta getur gert okkur kveikir á taugakerfinu okkar og já. Að suða. Skráðu hvernig færi hendina. Takk. Já, hvað var ég? Já. Svo getur þetta líka verið utanaðkomandi streituvaldar eins og veikindi. Eitthvað sem við ráðum ekki við eða þurfum að flytja. Eða það álag í vinnunni, einhverja breytingar, fjárhagsáhyggjur. Þetta geta allt verið streituvaldar. Og svo koma allir saman og barnið að sýna einhverja hegðun sem erfið og maður bara missir það. Óvart. Og þá kemur svona kannski einhver hlið að manni sem að maður hélt að maður ætti ekki til. Maður hélt að maður væri búin að ýta undir teppi og það væri ekki til lengur. Og þá fæ ég að fá foreldra samviskubit. Eða afneita því. Það ekkert svona slæmt en oftast þetta þannig að
ok, foreldri var undir álagi, barnið var að gera eitthvað og foreldri öskraði. Og foreldrið hafði tekið þá stefnu í lífinu aldrei að öskra barnið sitt. Af hverju gerist það þarna? Og þá fyrir við að skoða. Hvernig var brugðist við þér? Eða manni sjálfur, hvernig brugðist við foreldrinu þegar það var erfitt í æsku? Mátti það sýna alla tilfinningar? Mátti það, ef það var óþekkt eða var að gera eitthvað sem mátti ekki, sem að fylgja því að vera barn, var öskrað á það? Væntanlega ef að foreldri hafði tekið á stefnu aldrei að öskra barnið sitt. En þetta er það sem ég er að tala með, þessi streita, hún kveikir á þessu ósjálfráða taugakerfi, hún kveikir á því að við gerum eitthvað svona óvart. Og það er bara ótrúlega eðlilegt og skapar svo köst. Þetta eru ofsafengin tilfinningaviðbrögð. Þetta er ótrúlega erfitt fyrir marga foreldra að þurfa að fara með barninu sínu í gegnum þetta. En öll börn fá skapáskast. Það er hluti af því að vera barn. Af því að heilinn, eins og ég sagði áðan, heilinn er bara partur af fullri stærð sinni. En þið sjáu að þetta litla barn, það hefur samt alla tilfinningarnar. Og þær eru alveg jafn stórar. Þær vaxa ekki með aldrinum, heldur þær eru alltaf jafn stórar. Og þess vegna koma þessi ofsafengnu tilfinningaviðbrögð hjá þessu litlu barni, af því það ræður ekki við það sem er að gerast. Það veit ekki hvað er að gerast. Streituhormónin eru að aukast. Og þegar barnið er skapáskasti, þá er ekki rétti tíminn til þess að fara að rökræða við það, eins og margir ætla að gera, eða að kenna því eitthvað. Vegna þess að það getur ekki meðtekið það. Það getur ekki meðtekið það sem þú ert að reyna að segja. Þarna þarf maður að gránda sig, þarna þarf maður að leyfa barninu að klára þetta. Aðstæður eru mismunandi, við getum ekki alltaf leyft barninu að öskra í búðinni í korter, sko. Ég veit það, ég mun taka dæma eftir. En með því að þegar að foreldri tekst að róa barnið sitt með jafnvægi og nærveru og rósemd, þá myndast nýja taugabrautir í heila barnsins sem að hjálpa því að takast á við streitu síðan meir. Þarna erum við að leggja grunninn af áreitisþoli. Þarna erum við að leggja grunninn af persónunni sem verður þegar barnið verður eldra. Hvernig lærir barnið að þekkja tilfinningar sínar? Hvernig lærir það að takast á við streitu? Af því það mun alltaf vera streita. Við þurfum samt að læra að lifa með henni og takast á henni og skilja mig. Af því að ungbörn, 1 til 3 ára, þau segja yfirleitt ekki hvað er af með orðum. Þau segja yfirleitt ekki, það var rosa erfiður dagur í dag, eða mér líður ekkert rosalega vel, eða ég var að rífast við besta vin minn í dag. Þau koma bara heim úr leikskólanum og sparki eitthvað, eða kasta dótinu sínu, eða öskra, eða sýna þessar tilfinningar, þessar líðan og þarfir í hegðun og mjög oftar en ekki krefjandi hegðun. Og þar verða samskiptandi. Þar ætlar foreldri að fara að kenna barninu sínu að svona gerir maður ekki, sem má alveg rétt á sér, við þurfum að setja mörk. En barnið er í svo miklu, þú veist að rannsóknir hafa sýnt það að streita hjá leikskólabörnum eykst eftir því sem þau eru lengur leikskólanum. Og eftir hádegi að þá fyrir streitan bara stigvaxandi, svo komuðu heim í öryggi sitt, af því að ég hjá flestum börnum, og þá sýnaði ekki allar þessar erfiðu hliðar í leikskólanum, heldur safnaðu inni og svo komuðu heim og springa, og þá gerist þetta. Og þau eru að tjá sig. Þau eru að tjá sig þegar þau eru að gráta, þau eru að tjá sig þegar þau eru að öskra. Ég þarf hjálp, ég veit ekki hvað ég á að gera, allar þessar stóru tilfinningar, ég veit ekki hvað þetta er, veit ekki hvað ég á að gera, og þau þurfa hjálp. En sum börn tjá líðan sína, tilfinningur og hegðun í allt öðruvísi. Þau lóka sig af, þau frjósa eða aftengjast. Og þetta eru börnin sem tínast í samskiptum. Já, hann er alltaf svo róleg, alltaf svo góð. Og svo er barnið með rosalega hátt magna kortisol í blóðinu, en það er ekki að öskra, þannig að það hlýtur að vera allt í lagi. Ég ákvað bara að bæta þessu við, af því ég er rosa mikið að tala um þessar stóru, sýnilegu tilfinningar, en þetta eru líka, og þetta er líka hluti af tengslamyndum. Það er hægt að lesa um þetta inn á Instagram síðan. Þess vegna ætla ég ekki að eyða miklum tíma í þetta í kvöld. Af því að hegðun er lærð.
Og öll hegðun samskipti. Og þetta reyni ég alltaf að hugsa. Öll hegðun eitthvað samskiptaform. Hegðun lærð. Börn læra hegðun út frá því hvernig komið fram við þau. Og við getum, þar sem að hegðun samskipti, þá getum við mótað hana með viðeigandi uppeldi, með viðeigandi kennslu. Það nú það jákvæða við þetta. En börn læra það sem að fyrir þeim haft. Þau læra með því að horfa á fullorðnu einstaklingana í kringu sig. Hvernig bregst mamma við álagi? Hvernig talar mamma og pabbi saman? Eða mamma og mamma, hvernig tala foreldrar mínir saman? Og þau læra að biðja fallega og þakka fyrir sig ef þeim sýnt þakklæti og virðing, en ekki ef þeim sagt að þakka fyrir sig. Og ég verðilega að segja ykkur að 3 ára strákur minn daginn allt í einu byrja, takk fyrir mamma. Og ég bara, vá, hvaðan kom þetta? Og ég fatt að ég segi alltaf takk fyrir, ekki bara takk, ég segi takk fyrir. Og ef ég að biðja hann að rétta mér eitthvað eða biðja hann að koma eða eitthvað, þá segi ég alltaf takk fyrir. Og svo hann að segja þetta. Ég hef einhvern veginn reynt að passa mig og vera ekki að segja. Svo segir maður takk fyrir, svo segir maður svona. Heldur ég hef bara reynt þessu að flæða. Ég hef bara reynt að láta hann horfa á mig, þakka fyrir eða vera kurteis, skilji. Og þarna kom þetta. Og þetta var pínu svona, mér leið eins og ég væri að fá svona medalju í foreldrahlutverkinu. Vá, þetta var alveg ótrúlega flott. Að þetta er bara nákvæmlega það sem að fræðin að segja okkur, að börn læra í gegnum samskipti. Þau læra af því hvernig við komum fram við þau. Og þetta finnst mér líka mjög mikilvægt. Af því að í dag, það er rosalega mikil umræða virðingaríkt uppeldi. Núvitað, meðvitað, allir reyna að gera sitt besta, allir reyna að laga, frábært. Það er rosalega jákvætt. En það sem gleymist oft, þegar mörk eru, þörf barna fyrir ást eru óumdeild. Ég þarf ekki að segja ykkur að börn þurfa ást, þið vitið það. En þörf barna fyrir mörk ekki síðri. Því að það að veita barninu sínu mörk og ramma, það er ást. Og þetta getur verið flókið. Og þetta getur verið flókið af mörgum ástæðum. Til þess að útskýra fyrir ykkur í örstuttu máli hvað mörk eru, finnst mér gott að ímynda mér þetta svona. Mörk eru þessi lína eða hringur sem við setjum utan ykkur. Þetta mín mörk, þú mátt ekki fara yfir þessa línu. Innan við þessi mörk er þolmörk. Og þolmörkin eru línan sem við missum okkur í. Ef það er stanslaust búið að fara yfir þessi mörk og það snertir þolmörkin, þá ráðum við ekki við tilfinningunum okkar. Þá springum við. Þannig að elsku mörkin, þau geta ítt undir skapásuköst og þau gera það. Sérstaklega ef eftir því sem barnið verður eldra, það er alltaf hægt að byrja, það er aldrei seint að byrja að setja mörk. En það verður flóknara eftir því sem barnið verður eldra, ég ætla alveg að viðurkenna það. Og reglur er ekki mörk, en reglur eru samt nauðsynlegar í samfélaginu okkar til þess að halda. En ég er ekki að fókusa á reglur, ég er að fókusa á mörk, bara svo það sé á hreinu. Og í þessu samhengi að þá er mjög gott að reyna að vera meðvitaður það að skilgreina ekki barnið. Það vill enginn láta skilgreina sig. Vill enginn láta segja sér hvað maður á að gera eða hvað mann er fyrir bestu. Og hvað þá börn. Þau vita alveg allt hvað er best fyrir þau. Þannig varast að segja að þú ert búin að vera allt of lengi í tölvunni. Ung börn eru að mynda sjálfstæði. Og það er eðlilegt og það er gott að þessu ósammála. Það er jákvætt. Það er pirrandi, en það er svona gott. Það er merki þess að þau eru að læra að verða sjálfstæðir einstaklingar. Þau vilja gera öfugt með allt sem þeim er sagt að gera. Að því að, eins og ég var að segja, börn er ekki sammála hvað er þeim fyrir bestu. Og við getum auðvitað sett regluna, þú átt ekki að leika þér inn í eldhúsi þegar ég er að sjóða á eldavélina því það er hættulegt. En þannig er ég meira að tala í öðrum samskiptum, þar sem þetta er á meira gráusvæði. Af hverju má ég ekki vera lengur í tölvunni? Mér finnst gaman í tölvunni. Þannig að þarna getur verið áhrif að meira að nota ég samskipti. Það er sama og ég segi við pör. Segðu ég. Mér finnst þetta óþægilegt.
Ég vil ekki gera þetta. Frekar en að segja þú. Já, að því að barn sem fær að heyra, þú búin að vera allt og lengi í tölvunni, þú búin að vera í tölvunni í allan dag, nú hættirðu, að það fer í vörn. Það er bara eðlilegt, þú veist, og þá verða samskiptavandi, það verða pirringur og fólk fyrir að rífast og oft á tíðum að þá hugsa foreldrið, hvað ég að standa í þessu? Vertu bara lengur í tölvunni, eða horfðu bara lengur svo, bara skiptir ekki máli. Ég á ekki orku í þetta núna. Og þannig erum við alltaf í rauninni með því að setja ekki mörk, að þá barnið ekki að fá ramman sinn, barnið ekki að fá utanumhaldið sem það þarf. Þótt að geti verið erfitt. Og þess vegna getur verið gott að segja, ég vil ekki sért lengur í tölvunni og ég ætla því að slökka eftir 5 mínútur. Mér finnst alltaf gott að gefa smá fyrirvara vegna þess að ef ég að gera eitthvað, ég persónulega kannski að resa eitthvað og maður minn kemur, ég taka þessu bók, þú búin að lesa allt of lengi, hættu nú. Ég bara pirruð. Og við þurfum að sýna börnum virðingu með því að við getum alveg verið meðvituð að bara fara 5 mínútum fyrr og segja barnið, ég ætla að slökka eftir 5 mínútur. Og barnið þarna getur alveg mótmælt. Og fyrst mótmælir það er alveg ef það hefur ekki verið mörk, ef það hefur bara fengið að stjórna, þá mun það bara vera vita nú við hvað að gerast. Og það er eðlilegt. Og þetta þarf ekki einu svona að vera tölvun, þetta getur líka bara verið lítið barn, er að leika sér með dót. Og það er sokk í leik og þú horfir að klukkan er svo margt, ég þarf að byrja kvöldrútínuna. En getur beðið í smástund, kannski laumaðinn, nú erum við alveg að fara að bursta tennur, það er að koma háttatími, þú mátt klára að leika og svo förum við saman. Og þannig getum við líka sagt hvernig okkur líður. Mér líður ekki vel þegar þú ert of lengi í tölvunni. Það er svona ætla ég að slökkva á henni. Við erum ekki að gera barni ábyrgt fyrir það að mér líði ekki vel. Ég er ekki að meina það. Heldur er að ég ætla að slökkva á tölvunni, þannig er það bara. Viltu hjálpa mér að taka saman dótið eða langar að leika þér eða viltu hjálpa mér að elda matinn, bjóða eitthvað svona í staðinn, eitthvað sem inniheldur samveru. Á ég að hjálpa þér að ganga frá risaeðlunum og af minni reynslu þá klikkar þetta ekki. Þú veist, auðvitað koma dagar þar sem að minn maður er í vonduskapi og allar ekki. En yfirleitt ég segja, við erum að fara eftir 5 mínútur. Ef við erum kannski á leikvelli eða við erum í heimsókn hjá okkur, við erum að fara eftir 5 mínútur. Og svo, við erum að fara eftir smá stund, eftir 1 mínútu. Ég veit að barnið mitt gerir ekki grein fyrir tíma, en hann veit samt muninn á 5 og 1. Og þegar ég segja það sé 1, að þá veit hann að það er minna. Og svo, það er tími til að fara. Ok. Og klæði sig í skó. Hótanir, þetta er, ef við ætlum að gera vel, þá getum við ekki hótað. Vegna þess að innandómar hótanir gera ekkert gagn í samskiptum. Og það geta bara verið ókveikjandi og skaðlegar fyrir hugarferli barns. Og það sem gerist líka er að hótanir standa oft ekki undir sér og þetta ýtir undir vanvirðingu. Barn getur ekki borið virðingu fyrir einhvern sem er alltaf á hótunum eða henni. Og barnið hættir að taka foreldri alvarlega. Sérstaklega ef foreldri alltaf, ef þú gerir þetta ekki, þá gerir ég þetta. Ef þú gerir ekki þetta, þá slekk ég. Eða eitthvað svoleiðis, að þetta virkar ekki. Óhjákvæmilega verður misbrestur í samskiptum foreldra og barna. Við munum, eins og ég sagði áðan, við munum öll gera feilspor og þá skiptir svo miklu máli þessi viðgerð sem á sér stað. Að við erum bara mannleg, við erum undir álagi, við erum alls konar. Við getum brugðist rangt við, sýnt óþolinmæði eða misskilið líðanina sem barnið eru, eða við erum á upptekinu og erum ekki að hlusta. En þá er svo mikilvægt að geta hjálpað barni að ná jafnvægi. Mér fer ég þetta eftir áfram. Að það er, eins og stendur, það er í höndum okkar foreldrana að hjálpa barninu að róa sig. Vegna þess að barn hefur ekki þroska til þess að gera sjálft. Barnið getur ekki róa sig sjálft. Þótt að líti út fyrir það að róa sig, þá er samt streitan í blóðinu, ef því er ekki hjálpað, þá er hún mjög há í mjög langan tíma sem er ekki gott fyrir mann. Og þess vegna er þessi mynd svo góð. Að þegar að þeirra stormur
mætir jafnvæginu okkar, að þá verður þetta tilfinningalega jafnvægi. Börn, ef að við förum að, ég segi stundum að foreldri má ekki líka fara í skapafosakast á móti barninu. Foreldri þarf að vera þessi rólegi bátur. Þessi lygni sjór sem mætir stóru tilfinningunum. Það ógeðslega erfitt. Við þurfum stundum að setja upp grímu og losa. En í þessu mómenti þegar barnið okkar er erfitt, þá á barnið okkar erfitt. Og þá þurfum við að hjálpa barninu okkar að ná jafnvægi. Og eftir skapafosakast eru nefnilega mjög gagnleg ef að rétti ferði að því þau eru svo stór partur af þroskaferlinu. Að eftir skapafosakastið þá það barnið sérstaklega að vita að sé elskað. Það sérstaklega að vita að skipti máli. Það sé öruggt að ég sem foreldri get tekið við þínum stóru tilfinningum og ég ræði við þær og ég er hérna með þér. Og ég elska þig alveg jafn mikið þótt þú hafir reynt að lemja mig. Ég get ekki leyft þér að lemja mig, en ég elska þig samt. Og þetta er svo ótrúlega mikilvægt tækifæri til tengingar. Þetta er svo mikilvægt tækifæri til þess að tengjast barninu sínu og við megum alls ekki einangra. Það hefur alveg, kannski það eitthvað sem var gert við okkur. Nú ferð þú bara inn í herbergi og róar þig. Ok, það virkar ekki. Ef við lítum á lengri lífslaupið. Ok, það virkar í mómentinu. Barnið fer inn og öskrar í koddann sinn og svo kemur það fram og bara vá. Það voru bara lagast. En það sem gerist er að barnið lærir ekki að takast á þessu tilfinningar. Það lærir ekki að róa sig. Eina sem það veit að ok, þegar mér líður illa þá ætla ég að loka mig af. En ef við getum mætt barninu svona, við getum verið hjá því, verið með því, ég er hérna, ég sé að þú ert erfitt. Það er allt í lagi að finna þessa tilfinningu. Það er allt í lagi að vera reið. Það má gráta, það má líða alls konar og þetta að barnið viti við séum að hlusta. Hvernig líður líkamannum? Mér langar til þess að hjálpa þér, hvernig get ég hjálpa þér? Og þetta er ekki, þetta er miklu meiri óreiða í raunveruleikanum heldur þetta er á þessari glæru. En við getum samt haldið áfram að segja þótt að barnið okkar sé ekki, við höldum að það sé ekki að hlusta, það heyrir samt alveg í okkur og það heyrir líka tónin í röddinni þótt að skilja ekki orðin og það heyrir það tónin og það veit, ok, ég er örugg. Tími út er þess vegna úrelt. Þú veist, þetta var einu sinni mjög mikið en við vitum það og rannsóknir að sýna að þetta er bara skaðlegt, þetta er ekki gott á þessum aldri, 0-3 ára. Og það ætti í rauninni bara aldrei að skilja barnið eftir í tilfinningulega ójafnvægi. Það gerist yfirleitt þegar foreldri verður overstimulerað á tilfinningunum sínum, veit ekki orðið þær, þekkir þær ekki, er ekki í sambandi við þær, þá vill það bara loka sig af og skilja barnið eftir. Og það sem þetta gerir er bara sama. Þetta eykur rosalega streituhormón í líkama ungra barna og streita í líkama ungra barna er bara mjög skaðleg. Við viljum lágmarka streitu eins og við getum. Streita er náttúrulega óhjákvæmilega en við viljum samt haldinni eins lágri og við getum, eins lengi og við getum. Og þarna er þessi tími inn. Það sé nálægð, það er nákvæmlega sama að vera hinniglærunni. Ég er hérna, ég er með þér. Langar þig að fá knús eða viltu vera, bara má ég setja hliðina, börn vilja ekkert alltaf knús. Börn vilja ekki alltaf láta snerta sig. Þeim finnst það líka óþægilegt stundum. En þá allavega þau viti að ég sé hérna og svo þegar þau eru tilbúin að þá oftast vilja knús. En ég ætla ekki að halda þér og knúsa þig. En ég er hérna. Ég er inn í sama herbergi, ég er nálægt þér. Þótt þú segir mér að fara, þótt þú öskrar á mig og sparkir í mig og segir mér að fara, þá er ég samt hérna. Ég get verið með þér. Ég ræði við þetta. Þannig getum við hjálpa barninu að ná svo jafnvægi. Þetta er mjög algengt. Ég vil ekki að barninu mínu líði illa. Mér finnst það óþægilegt en það er óraunhæft. Og þetta er bara það sem ég var að segja. Það er svo mikilvægt að hjálpa barninu og skoða hvernig líður okkur þegar barninu líður illa. Hvað erum við að upplifa? Og af hverju viljum við ekki að barninu líði illa? Af hverju viljum við ekki leyfa þessum hluta að taka pláss?
Svo bara þessi virðing. Virðing leiðir af sér virðingu. Þetta bara sama ég var að segja áðan með takk og við erum saman í liði. Við verðum að vera sanngjörn. Það mikilvægt að börn upplifi að fullorðnir hafa líka tilfinningar. Af því að ef að börn upplifi ekki að fullorðnir hafa tilfinningar þá alast þau upp og bara þegar ég fullorðin þá má ég ekki sína tilfinningar. Allar tilfinningar eiga sinn tilveru rétt. Þetta það sem ég búin að vera að segja. Við megum ekki forðast að gera lítið úr erfiðu óþægilegu tilfinningunum. Og þetta eitt dæmi sem að mikilvægt að því börn sem vilja ekki kveðja okkur. Vilja ekki segja bless eða vilja ekki fara á leikskólann eða eitthvað. Við þurfum að setja mörk. Við þurfum að mæta í vinnuna klukkan þetta og barnið þarf að fara á leikskólann. Það óhjákvæmilegt því miður og þá svo gott að barnið viti að ég sé að þú ert leiður. Og ég skil að þér finnst erfitt þegar ég fer. Ég líka leið að þurfa að fara. En við þurfum samt að kveðjast og við sjáumst aftur í dag. Nú ert þú að fara í leikskólann. Þetta mörk. En þetta mörk á þann hátt að við erum líka að samþykkja tilfinninguna. Ekki bara, hættu nú að vera leiður. Þú ert að leikskólann, þú fer í leikskólann hverju mánuði. Ekki vera leiður. Heldur ég sé að þú ert leiður. Þið langar ekki að fara, þið langar að vera með mér. En stundum þurfum við að kveðjast. Og eins með skapásokastið í búðinni. Þau eru alltaf skemmtileg. Að þar þurfum við að leggja línurnar. Ég sé að þið langar í þetta dót. Ég heyri, þið langar svo mikið í þetta. En ég ætla ekki að kaupa þetta núna. Við þurfum ekki að gera börn ábyrg, ég heyri það oft. Við eigum ekki penning fyrir þessu eða þetta svo dýrt. Við þurfum ekki að gera börn ábyrg fyrir þessu. Heldur þurfum við bara að validera það að því langar í þetta dót. Það er ekki sens fyrir hvað penningar eru. Heldur því langar bara svo mikið í þetta dót og mér langar bara að mamma kaupi það því mamma á kreditkort og hún getur bara gift það og svo bara á ég það. En þannig það ekki. Ég skil að þú ert reið. Það má vera reið. Þið langar svo mikið í þetta. En núna erum við að fara. Viltu og gefa val. Viltu labba sjálf eða viltu leiða mig? Og ég veit að margir hafa heyrt þetta að gefa val og ég hef alveg heyrt, það virkar ekki. Virkar ekki að gefa barninu mínu val. Ok, þá er barnið svo miklu tilfinningulega uppnámi að það getur ekki valið. Þá þarf þú að taka. Ef barnið getur ekki valið, þá þarftu, ok, ég sé að þú er svo reið að þú getur ekki valið. Ég ætla að hjálpa þér núna, ég ætla að taka þig hérna upp og halda þér út. Ég veit þú ert reið. Segja barninu hvað við erum að gera. Ekki bara rífa í það og taka, heldur nú ætla ég að taka þau upp. Ég veit þú ert reið, barnið mitt hefur hann var brjálaður í búðinni einu sinni, ég tók hann upp og ég fekk alveg svona, það er allir að horfa á mig. Svo tilfinningu, ég held að allir fá þetta, en svo var ég mjög meðvituð að fólk má alveg horfa á mig. Barnið mitt bara upplifa mjög algenga tilfinningar. Hann langaði hennan bíl og ég ætla ekki að kaupa hann og það var bara ósanngjarnt og ok. Og þetta var líka í lok dags og hann var búinn í leikskólanum allan daginn og streitan hans var hann var ekki að hugsa rökrétt. Þannig að við þurfum að reyna að setja okkur í spor barnsins. Hún er ekki að hugsa rökrétt þarna. Þetta bara hvernig, þetta var það sem ég var að segja, ég er að vera svo tæp á tíma, ég er að skipa aðeins hratt yfir glærur. Tilfinningarnar segja okkur hvað er að gerast innan með okkur og þess vegna er svo mikilvægt að við tökum eftir, að við gefum þeim rými til þess að við getum fundið jafnvægi. Því tilfinningar eru svo risastór hluti af okkur. Og við sem foreldrar erum fyrirmyndir. Og það er rosalega mikilvægt að við séum meðvituð hvar setjum við mörkin okkar og hvar eru þolmörkin. Munið eftir hringjunum. Rauði hringurinn er þolmörkin. Þegar það er farið yfir þessi þolmörk þá missi ég stjórn á mér og ég vil það ekki, það er óþægilegt. Þannig hvar eru mörkin mín? Og gott eins og ég var að segja áðan að setja mörk út frá sjálfum sér. Ég vil ekki ásett lengur tölvunni og þess vegna ætla ég að slökkva á henni. Ekki kenna barninu Þú ert búin að vera svo lengi. Breyti þessu yfir í ég. Ég vil ekki. Barnið lærir tilfinningarnar sínar í gegnum fyrirmyndir. Það lærir hvernig við upplifum okkar tilfinningar, hvernig við róum okkur. Og þar er eitt að við þurfum að geta viðurkennt mistök. Þegar það er viðeigandi. Þurfum að geta beðið barnið okkar afsökunar ef að þannig aðstæður hafa skapast. Svo fyrirgefðu að ég, og það er eitt, við mögum ekki svo vera fyrirgefðu og svo bara búið. Við þurfum að útskýra af hverju erum að beðast afsökunar.
ég bara fyrirgefðu, ég misti hérna algjörlega stjórn á mér, það var ekki sanngjarnt, þú ert reið af því að ég bara rífa á þér dótið, bara fyrirgefðu. Og það þarf ekki að vera flóknara en það. Það getur bara verið að það er þetta prinsip að geta beðið barnið afsökunar. Af því þessi litli einstaklingur er einstaklingur, skilji. Og þarna skiptir líka samvinna foreldra miklu máli. Veit ekki hvað, ég hef ekki tölu á því hvað það er oft í fjölskyldum, í parsamböndum, þar sem að annar einstaklingur segir já við öllu og hinn segir nei við öllu og svo getur barnið bara hlaupið á milli og pabbi segir nei, mamma segir já. Þetta gerir það verkum bæði að barnið hefur ekki annan ramma sem það þarf ramma, það þarf utanumhald og líka að parsambandi getur orðið fyrir samskiptavanda. Þannig geta foreldrarnir fara að vera pirraðir út í hvernig. Og þú veist, við þurfum að hafa samræmi. Samræmi hvar við leggjum og þetta er bara eitthvað sem maður þarf að ræða. Hvar eru mörkin okkar? Og þá er sér sjálfskoðun. Þetta er eitthvað svo mikilvægt að skoða. Hvaða afstöðu hef ég til minna tilfinninga? Er einhverjar tilfinningar sem ég óttast, sem ég finnst óþægilegar? Er einhverjar tilfinningar framandi? Það er svo einfalt að googla bara tilfinningahjól eða tilfinningar. Það er ótrúlega mikið til þetta og það er bara að skoða öll orðin, alla tilfinningarnar. Finn ég fyrir skömm gagnvart einhverjum tilfinningum? Það er mjög gott að skoða þetta. Ef einhverjar tilfinningar eru óþægilegar og við skömmumst okkur fyrir það, af hverju ætli það sé? Og það er mjög oft þannig að við fengum ekki upplöðar í æsku. Við vorum skömmuð fyrir þær eða það var gert lítið úr þeim. Það má ekki vera afbrýðisamur. Það er ljótt að vera afbrýðisamur. En afbrýðisemi er tilfinning alveg eins og gleði. Hún er svo ótrúlega venjuleg að hún kannski ekki, hún má ekki vera stjórnandi, ég er ekki að segja það. En hún má vera þarna og svo má hún fara. Og ég bara tala að við þurfum að skoða hvort við finnum fyrir skömm. Og hvernig tjái ég erfiða tilfinningar? Get ég tjáð erfiða tilfinningar? Og líka góðar. Hvernig tjái ég það? Hvernig veit ég að það er gleði á heimilinu, til dæmis? Það er gott að spyrja barnið sitt að þessu. Hvernig veistu að það er gleði á heimilinu? Og mjög skemmtileg svör sem maður fær. Þá er, allir að dansa eða þá baka mamma pizzu eða eitthvað, skilurðu. Og eins og ég var að segja á hann, af hverju er einhver ákveðin hegðun sem fer svona rosalega í taugarnar á mér og hvernig var komið fram við mig þegar ég sýndi þessa hegðun sem barn. Og kannski munum við ekki nákvæmlega en við kannski munum eitthvað og af hverju var komið svona fram við mig? Af hverju mátti ég ekki upplifa þessar tilfinningar? Þannig erum við að búa til samkennd. Að við erum ekki að finna sökudólk, heldur kannski var bara og aðstæðurnar þannig. Og hvað vildi ég hefði verið gert öðruvísi þegar ég var barn? Tengi erfiða tilfinningar við þessa ákveðnu hegðun sem ég veist erfið. Eru einhverjar sérstakar tilfinningar sem ég tengi við þegar barnið mitt er að öskra á mig. Og eins er ég með verkfæri til þess að ná jafnvægi. Get ég hjálpa mér og mínu taugakerfi þegar að það er alveg bara rauðlogandi að hef ég verkfærakistu. Þegar barnið mitt sýnir þessa hegðun, hvað get ég gert til þess að mér líði ekki svona illa og til þess að ég geti verið til staðar fyrir barnið að hjálpa því. Og með þetta að við erum kannski ekki endilega meðvituð þetta og við erum kannski að fara að skoða þetta núna og það er gott að tala við einhvern sem maður treystir. Stundum þarf að gera þetta hjá fagaðila og ég tök það svo eftir. En þetta kemur allt niður á þessa tengslamyndun. Blómstrar sem við getum sett okkur í spor barnsins og reynt eftir fremsta megni að skilja tilfinningarna. Hvað tilfinningar liggja á bakvið þessa hegðun sem það er að sýna og mætti þar að leiðandi þar án þess að dæma það. Hvernig get ég dregið úr streitu? Ég varð að hafa þetta með af því að ég er þannig, þegar ég er undir álagi þá fer ég ekki alltaf rosa hratt. Ég verð rosa klaufsk og ég verð alltaf að flýta mig með allt. Og þetta er bara, þannig er ég bara. Og ég hef reynt að hægja á og minna mig, hægðu á. Njóttu þess að gera þessa venjulegu hluti, bleiuskipti, matatíma, bað, njóttu þess að gera þetta með reyndu það allavega. Af því að allir þessi hlutir eru samvera
Og ef við gerum það á heilum hug og rólega og allt það, að þá erum við líka að veita barninu okkar návist og samveru. Þetta þarf ekki vera að við þurfum að flýta okkur svo mikið eða gera allt. Þetta getum bara tekið okkur aðeins meiri tími í það. Streita á heimilinu alltaf það svo mikilvægt að foreldrar, ef það eru foreldrar, sem það er ekkert alltaf, að þau tali fallega við hvort annað. Að barnið horfi á foreldrar sína knúsast. Þau horfi að þið munið að þau eru speglar. Og þessi samvera án utan að koma til truflunar. Þetta er það sem ég er að tala um, er að við erum með barnin okkar og bara með barnin okkar í kannski 20 mínútur eitthvað og síminn er í einhverju öðru herbyggi. Eða síminn er á borðinu, við erum ekki að fara í hann. Það er ekki kveikt á sjónvarpinu, við getum verið með tónlist, en þarna erum við bara með barnin okkar og leyfum því að stjórna leiknum. Þetta er alveg topic fyrir heilan fyrirlestri viðbót, ég kemst ekki í það núna. Minnkaðu kröfunar og ekki bera þig eða ykkur stöðugt saman við aðra og ekki bera barnið þitt saman við önnur börn. Öll börn eru dásamleg á sinn hátt. Þetta eru bara svona þessi venjulegu hlutir sem við getum gert til að draga streitu, stundar hreyfingu sem okkur líður vel með, sem eru við hæfi, núvitandi eða slökun eða hendur okkur. Allavega að gefa því séns, meðvitu öndun, stundum bara draga andan okkur sinnum og láta taugakerfið okkar vita að það er ekki heimsendir þótt að barnið okkar sé ekki í góðu skapi í dag. Muna anda. Ef að við erum þreytt að þá kannski þurfum við að setja svefn í forgang og fara að strofa með barninu okkar eitt kvöld, þótt að sé klukkan 8. Og við getum ekki gert það sem við erum búin að vera að bíða eftir allan daginn að gera þegar barnið er sofnað, en stundum, kannski einu sinni að setja svefnin í forgang því það gefur okkur ótrúlega mikið að geta bætt upp fyrir smá svefn. Heitt eða kalt vatn, fara í kalda sturtu, heita sturtu, sund eða hvað, tala við einhvern sem maður treystir. Það er svo mikilvægt að tala við einhvern sem maður treystir. Og ef það er ekki nóg, eða ef við höfum engan, að þá fá aðstoð, fagaðstoð. Það er rosa margir sem að þurfa að fá faglega aðstoð. Og þessi punktur að fá aðstofan í boði, ef einhver er að bjóðast til að hjálpa okkur, ef amma hafi geta tekið barnið í smástund eða frænka eða eitthvað, þiggja það. Við þurfum ekki að vera ein með þetta allt og gera þetta allt át af einhverju prinsippi. Heldur það mun bara koma sér vel fyrir alla ef við fáum smá hvílda því þá getum við mætt aftur endur nærð þótt það sé bara klukkutími. Og sjálfsmildi. Við erum að sýna okkur samúð og mildi, við erum bara manneskjur. Við erum með alls konar tilfinningar og við megum ekki alltaf vera gagnrýna okkur fyrir þær. Eða fyrir að hafa gert mistök, við frekar leiðréttum það. Skoðum streituvalda. Og hvað er það sem er að valda okkur streitu okkur? Núna getum við einhvern veginn dregið úr þeim. Skoðum að kynnumst tilfinningunum okkar. Og gerum okkar besta. Það gerum bara okkar besta í þeim aðstæðum sem við erum hverju sinni. Við erum meðvituð það að enginn er fullkominn, það er ógeðslega erfitt, ég vil vera fullkominn, en ég er það ekki. Og við þurfum alltaf það er enginn fullkominn. Og sérstaklega þegar við erum foreldrar. Þetta eru Instagram síðunar. Mín persónulega síða er svona, þegar ég hef tíma, og þá er ég að setja það sem ég er að hugsa. Og þá er það bara þess áherslu sem ég er búin að vera að fara yfir og svo er tengslamyndun sem við erum með nokkra saman. Það hefur kannski ekki endilega verið að koma eitthvað rosa mikið nýtt. Við erum allar að gera okkar, en það er rosa mikið efni inn á henni. Allt sem er á tengslamyndun það eru heimildir við það, þannig það er hægt að fletta því upp, settum hennan vettvang upp þannig að hann yrði ólíkur kannski mörgum miðlum, að þetta er allt byggt á rannsóknum eða heimildum sem er sett þarna inn. Og ég held að þess vegna hefur líka fengið svona góð viðbrögð, af því að fólk vill fá að lesa kannski meira eða vill fá þetta, vita að þetta sé ekki bara í okkar hugarheimi, skilji. Þá var aðeins lengur en ég ætlaði, en takk fyrir mig. Hérna eru mínir helstu miðlar. Ég glemdi kannski að segja upphafi en ég er að vinna heilsu- og sálfræðiþjónustunni á Akureyri.
Ég þar að vinna í þverfaglegu teymi með fullt af ótrúlega flottu fagfólki og það hægt að fletta því upp ef að þarf einhverja meiri upplýsingar mig. Annars bara þakka ég fyrir, bæði sal og streymi. Já, bara takk kærlega fyrir þannan fyrirlestur, mjög skýrt og skilmerkilega sett fram og bara ótrúlega mikilvægt málefni. Ég vil bara þakka ykkur fyrir komuna og þeim sem voru heima og sjálfsögðu Hlutverkasetri fyrir að leyfa okkur að vera hérna í sínu húsnæði. Bara takk kærlega fyrir kvöldið. Takk.